Að finna munstur og sá þetta nú. Svo satt þetta. Hér allt svona. Erum við ekki bara á tíma, jú. Fundur settur í bæjarstjórn Vestmannaeyja miðvikudaginn 11. september 2024 klukkan 14 og haldinn hér í Ráðhúsinu. Þetta fundur númer 1609. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, bæjarfulltrúi af D-lista, boðaði forföll og hennar sæti tekur Sæunn Magnúsdóttir, varabæjarfulltrúi af D-lista og Sæunn að sitja sinn fyrsta bæjarstjórnarfund og býði hana sérstaklega velkomin. Á dagskrá fundarins eru 13 mál og þau eru þessi: 1. Umræða samgöngumál, 2. Þjóðlendukröfur Íslenska ríkisins, Vestmannaeyjar, 3. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 405, Fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur 387, Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 306, 7. dagskrármálið bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3219, 7. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 406, 8. Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3220, 9. Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3221, 10. Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3222, 11. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 407, 12. Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 307 og 13. Framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 308. Og þá tökum við fyrir fyrsta dagskrármálið, umræða samgöngumál. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, mig langar að byrja umræðan samgöngumál aðeins á því að fara yfir stöðuna á Herjólfi og samkvæmt framkvæmdastjóra farþegafjöldi miðað við fyrstu 8 mánuðina núna 344.715 en það 2,3% fækkun miðað við sömu 8 mánuði í fyrra. En samt sem áður var ágústmánuður sérlega góður og í ár og farþegar aldrei verið fleiri í ágústmánuði en þeir voru 87.077. Rekstur félagsins gengur vel og bara á pari við áætlanir og það bara eitthvað sem við fylgjumst alltaf með og tökum reglulega inn í bæjarráð. En það var opinbert í gær að framkvæmdastjóri félagsins að skipta starf. Hann mun starfa hjá félaginu út uppsagnarfrestinn og mun stjórn félagsins væntanlega auglýsa eftir nýjum framkvæmdastjóra fljótlega. Og ég vil því nota þetta tækifæri og þakka herri orða fyrir einstaklega gott samstarf við okkur hér og í bæjarráði og bara velfarnaðar í nýju starfi á nýjum stað. Á þessum tíma árs staðan á Landeyjahöfn alltaf skoðuð og rædd og sérstaklega hún okkur hugleikin eftir mjög erfiðan vetur í fyrra. Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni dýpið gott og það sem þeir kalla einhver langtímaspá fram í tíman, hún virðist vera bara fín. Álfsnesið í Reykjavík og það verið að vinna þeim breytingum sem voru partur af viðauka við dýpkunarsamningin og eftir mikil mótmæli meðal annars hérna frá bæjarfulltrúum og bæjarstjórn Vestmannaeyja að það voru gerður viðauki við þar samning sem lá fyrir við Álfsnesið. Við gerðum kröfu að honum yrði rift en viðaukinn sneri af miklum breytingum bæði varðandi mannahald, afköst, búnað, varahluti og annað. Og það verið að vinna eftir þessu og þeir hjá Vegagerðinni vongóður að þetta muni skila sér í auknum afköstum. En skipið tilbúið að sigla á stað til okkar leið og Vegagerðin óskar, en Álfsnesið skuldbundið því að vera tiltækt fyrir höfnina frá 15. september núna og út apríl 25 og þar lendi eiga þeir ekki að vera í öðrum verkefnum á þeim tíma. Búið að breyta Sóley svo hún geti sinnt kalkþörungaverksmiðjunni. Þeir hafa verið að fara í þau verkefni og það hefur stundum verið mjög bagalegt og þannig að sú kvöð farin af Álfsnesinu. En Vegagerðin mun auðvitað fylgjast vel með og leið og það kemur veður, segjast þeir vera viðbúnir því að gera ráðstafanir. En samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni kom líka fram að mjög stór mæling var gerð í sumar og þegar áttu stóra mælingu þá svæðið tekið alveg bara báðum megin langt, það mjög stórt svæði tekið sikkur með við garðana, langt út, ekki bara hafnaminnið og rifið eins og alltaf verið að mæla. Og samkvæmt þessari mælingu að þá virðist dýpið allt þarna í kring vera eðlilegt
og engin svona sérstakar, svona kannski sérstök flögg á lofti, en auðvitað geta hlutirnir breyst hratt og það verður tekin önnur stór mæling núna í október eftir að kannski hafa komið 2-3 brælur til að sjá hvernig þetta verður. En við vitum það náttúrulega meðan höfnin ekki tilbúin að þá munum við alltaf vera með þetta hangandi yfir okkur, hvernig þessi hlutir eru í höfninni. En það sem þó jákvætt að þessi stóra mæling sem var gerð núna, hún sýnir allt aðra stöðu en stóra mælingin sem var gerð á sama tíma í fyrra. Þá var gríðarleg söfnun á efni austan megin við Eystrigarðinn. Þannig að það svona, ok, við getum krosslagt fingur, en auðvitað höfnin ekki tilbúin. Við bíðum enn frétta af fluginu og það í rauninni með ólíkindum. Það sem fyrir liggur samningur og útboð og Vegagerðinni falið að fara í útboð á ríkisstyrktu flugi, að ríkisstjórnin og þeir ráðherrar sem fara með málið skulu ekki vera búin að fjármagna samningin. Það ástæðan fyrir því að Vegagerðin getur ekki skrifað undir, samningurinn ekki fjármagnaður. Það allt tilbúið. Og ég veit að margir hér, bæjarfulltrúar og fleiri hafa sett sig í samband við ráðherra og þingmenn til að ýta á eftir þessu og við skulum bara vona að þetta fólk sinni sínu verkefni og klári þetta. Af því að það bara algjörlega fáránlegt að Vegagerðin liggi með tilbúin samning sem ekki hægt að skrifa undir af því að sé ekki búið fjármagna. Takk fyrir þetta. Áður en ég gef orðið laust les ég þessa innbókun. Bæjarstjóri fór yfir upplýsingar frá Herjólfi varðandi farþegatölur þar sem af ári. Farþegafjöldin fyrstu 8 mánuðina 344.715 sem fækkun 2,3% miðað við sama tíma í fyrra. Ágústmánuður var sérlega góður í ár en farþegar hafa aldrei verið fleiri í þeim mánuði eða 87.077 talsins. Bæjarstjóri fór einnig yfir upplýsingar frá Vegagerðinni stöðuna í Landeyjahöfn. Dýpið í höfninni gott og sýndi stórmæling í sumar fram á eðlilegt ástand sem getur þó breyst hratt þegar haustlægðirnar skella á. Önnur stór mæling verður tekin í október. Dýpkunarskipið Álfsnes tilbúið að sigla til Landeyjahafnar leið og Vegagerðin óskar eftir því, en skipið skuldbundið til að vera í höfninni frá 15. september og út apríl 2025. Staðan á ríkisstyrkta fluginu var rædd, en eins og fram kom á fundi bæjarráðs í síðustu viku ekki búið að ganga frá samningi flug þrátt fyrir að útboði sé lokið. Ríkið hefur ekki tryggt að fullu það fjármagn sem þarf svo hægt sé að ganga frá samningi. Nú orðið laust þennan lið ef einhver vill kveða sér ljós. Það hefur enginn gert og umræðu lokið. Þá tökum við fyrir annað mál á dagskrá sem þjóðlendu kröfur íslenska ríkisins. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, okkur barst bréf núna, seinnipartinn í ágúst, eins og öllum öðrum sem undir þessa kröfulýsingu setta frá ríkinu svæði 12, að enn einu sinni væri verið að lengja í rauninni í fresti landeiganda til þess að svara kröfulýsingunni og sá frestur lengdur núna til 2. desember, hann var til 3. september eða 2. september, en breytt kröfulýsing liggur auðvitað ekki fyrir þannig við getum ekki brugðist við. En þetta var gert í ljósi þess að hafa frestinn til 2. desember að lögmenn ríkisins tala að von sé á endurskoðun kröfum átt að vera núna mánaðamótin, en núna 3. september kom inn á síðu óbyggðanefndar, þá komu skilaboð það að þetta myndi gerast mjög fljótlega, að það sé verið að vinna í nýju korti sem mun sýna stórstraumsfjörulínu, að því eins og allir þeir sem fóru inn í þetta mál á sínum tíma að þá virtust þeir sem að gerðu kröfulýsinguna fyrir hönd ráðherra ekki skilja hvað stórstraumsfjara væri. Allavega voru kortin þess eðlis að þetta gekk ekki upp, en það auðvitað viss vonbrigði að við séum ennþá í þessu að því að 27. mars var gerð breyting á kröfulýsingunni, hún var uppfærð á öllum svæðum frá B til H hluta sem öll svæði fyrir utan Suðurland, en það var auðvitað gert vegna þess að það var bara fullt af einhverju sem hét ei og svona, sem var landfast, sem var inn í kröfulýsingunni og ekki inn í þessum þessari umgjörð 5,2 greininni sem að byggir kröfulýsingin og
sem að lagaumgjörðin byggir á að það megi sækja inn á þetta svæði og þau náttúrulega fellur við ekkert undir það sem er löngu orðið landfast og einhverjir hólar og einhverjir hólmarinn í miðju landi. Þannig það var hreinsað út úr öllum hlutum nema A-hlutanum í mars, en við erum auðvitað mjög ósátt við það vegna þess að við erum með lög það að við höfum keypt Vestmannaeyjar og það er bara mat lögmanna ríkisins sem okkur er óskiljanlegt og líka okkar lögmannum að þeir eru bara búin að ákveða það að taka þau ekki gild að fullu og að ríkið hafi kannski bara ekki haft heimild á þeim tíma til að selja þetta og þetta er eiginlega orðin hártoganir, en við skulum vona það að það fór náttúrulega mjög ítarlegt mótmælabréf til fjármálaráðherra, bæði frá samtökum sveitarfélaga á Íslandi, fór mjög bara ákveðið bréf og svo auðvitað frá okkar lögmönnum og við vonum nú að það verði brugðist við og það er nú búið að gefa það í skyn að það verði dregið verulega úr þessari kröfugerð, en okkar krafa hlýtur bara alltaf að vera það að þetta verði bara dregið tilbaka. Vestmannaeyingar eiga bara Vestmannaeyjar og bara engin annar. Takk fyrir þetta og áður en ég gef orðið laust þá er þessi innbókun lesin. Lögfræðingar sem fara með mál Vestmannaeyjabæjar varðar kröfur ríkisins þjóðlendur í Vestmannaeyjum sendu í sumar fjármálaráðherra bréf með óskum afturköllun kröfulýsingar til óbyggðanefndar. Eins og rakið var í bréfinu telst krafan byggð á misskilningi að Vestmannaeyjar hafi verið utan landnáms og ekki verið með skýrum eignarrétti undirorpnar frá því að land byggðist. Gert er ráð fyrir að fjármálaráðherra skili endurskoðaðri kröfulýsingu miðjan september og að hlutaðeigandi sveitarfélög vegna svæðis 12 hafi þá frest til 2. desember til að bregðast við. Nú er orðið laust þetta mál. Eyþór Harðarsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar. Við höfum svo sem rætt þetta mál hérna í vor þegar hérna á 1. febrúarmánaðar birtist á vef óbyggðanefndar kröfulýsing Íslenska ríkisins í stóran hluta Vestmannaeyja og rifjaðist þá upp síendurtekin tilraun Umhverfisstofnunar til þess að ná að friðlýsa búsvæði sjófugla í Vestmannaeyjum og taka yfir umsjón með fjöllunum og úthöfum Vestmannaeyja í þeirri trú að allt fari betur undir stjórn ríkisstofnunar. Það var ljóst við lestur kröfulýsingarinnar að lögin þjóðlendurnar voru ekki skrifuð með eyjaklasa eins og Vestmannaeyjar í huga, enda ekki óbyggðir eða álendi hér að finna. Og svona til að taka smá svona söguskýringu í þessu, hvað er þjóðlenda? Að þjóðlenda er skilgreind í þjóðlendulögum sem landsvæði utan eignarlanda, sem á sannarlega ekki við Vestmannaeyjar. Það sem að harla ólíklegt er að óbyggðanefnd komist að þeirri niðurstöðu að íslenska ríkinu hafi verið óheimilt á Alþingi að samþykkja lög sem heimiluðu sölu á Heimaey ásamt öllum úteyjum, Dröngum og Skerjum til Vestmannaeyja kaupstaðar með þinglýstu afsali 1960. En þar segir í 1. grein, eins og Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri kom hérna inn á áðan, að ríkisstjórninni er heimilt að selja Vestmannaeyja kaupstað, landallt í Vestmannaeyjum, sem nú er í eigu ríkisins. Þetta er í rauninni bara þinglýst skjal frá ríkisstjórninni að þeir hafi átt landið eða Vestmannaeyjar, eða þeirra skilningu var þannig. Við fengum í framhaldi kröfulýsingarinnar þáverandi fjármálaráðherra Þórdísi Kolbrúnu á okkar fund til Eyja þar sem að okkar skoðun var lýst á þessu öllu og fékk hún þau skilaboð að Eyjamenn myndu ekki sætta sig við þessa kröfulýsingu og kröfðust við afturköllunar í ljósi okkar heimilda og skjala sem eru til í Eyjum. En lögin eru skýr og ekkert annað en aðstoð lögmanna kom til greina til að verjast þessum ágangi ríkisins sem leiddi af sér ósk afturköllun kröfulýsingarinnar með bréfi til núverandi fjármálaráðherra Sigurðar Inga í júnímánuði sem er fylgigagn þessara fundar. Þar er með góðum rökum sýnt fram á að eignarréttur í Vestmannaeyjum er skýr í heild sinni. En samkvæmt landnámu voru Vestmannaeyjar numdar af Herjólfi Bárðarsyni bónda í Herjólfsdal og syni hans Ormi. Þetta kom ekkert fram í kröfulýsingunni sem var eiginlega óskiljanlegt.
frá ríkinu úr því þeir voru að vitna í Landnámu að þetta skildi vera hort fram hjá þessu sem lykilþáttur. Einnig eru skýrar heimildir til að Vestmannaeyjar voru aldir í konungseign. Fyrst þess norska og síðar þess danska. Þetta skauta fram hjá öllu þessu í gröfulýsingunni, þessari fyrstu allavega. Því það augljós og eðlileg krafa Vestmannaeyjabæjar að krafa ríkisins að Vestmannaeyjar teljist þjóðlenda verði dregin tilbaka nú þegar, enda ljóst að hún hefur byggst á misskilningi að eyjarnar hafi verið utan landnáms og ýmis gögn sýna að eignarrétturinn skýr. Það voru svona mitt framlag í þessu umræðu. Takk. Takk fyrir þetta. Eyþór Harðarson, vilja fleiri tjá sig þetta mál? Svo ekki. Ég vildi þó með leyfi varaforseta bara einfaldlega taka undir þessi sjónarmið sem Eyþór Harðarson lýsti hérna áðan og lesa stutta og snakkarilega sameiginlega bókun á grundvelli þess sem svohljóðandi. Bæjarstjórn ítrekar fyrri afstöðu sína að kröfugerð ríkisins í heild sinni gagnvart Vestmannaeyjabæ verði dregin til baka. Þá komið að þriðja máli hér á dagskrá sem umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 405 þar sem liðir 3.1 til 3.5 liggja fyrir til upplýsingar. Fjórða dagskrármálið fræðslur á Vestmannaeyja, fundur 387 á sömu leið, liðir 4.1 til 4.3 liggja fyrir til upplýsinga. Fimmta dagskrármálið fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 306, liðir 5.1 til 5.2 liggja fyrir til upplýsinga. 6. Sjötta dagskrármálið bæjaráð Vestmannaeyja, fundur 3219, liðir 6.1 til 6.18 stendur hér, liggja fyrir til upplýsinga. Sjöunda dagskrármálið umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 406, liður 7.1, skipulagsáætlanir vegna Vestmannaeyjalínu 4, VFM 4 og Vestmannaeyjalínu 5, VFM 5 liggur fyrir til staðfestingar. Orðið laust þetta mál ef einhver vill tjá sig. Svo ekki. Þá ber ég undir atkvæði þessa tillögu að breyttu aðalskipulagi hvað varðar skilgreiningu svæða þar sem skilmálar vegna umhverfis frágangs við lagningu háspennustrengja gilda. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkir þessu gjöra svo vel að gefa merki. Það samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Liður 7.2 í sömu fundargerð, Malarvöllur og Langalá, íbúabyggð og leikskóli, skipulagsáætlanir. IB5 liggur hér fyrir til staðfestingar, orðið laust þetta mál sömuleiðis. Enginn kveður sér hljóðs og þá ber ég upp til atkvæða að auglýsa tillögu að breyttu aðalskipulagi vegna skipulagsáætlana við Malarvöll og Löngulá. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja það gjöra svo vel að gefa merki. Og það samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Þá erum við komin að lið 8, dagskrárlið 8 sem bæjar á Vestmannaeyja, fundur 3220. Þar liður 8.4, viðaukar við fjárhagsáætlun 2024, liggja fyrir til staðfestingar. Orðið laust þetta mál. Enginn kveður sér hljóðs og þá ber ég upp þessa viðauka 6 og 7 við fjárhagsáætlun 2024. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja gjöra svo vel að gefa merki. Og það samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Liðir 8.1 til 8.3 og 8.5 til 8.6 í sömu fundargerð liggja fyrir hér til upplýsinga. Þá erum við komin að 9. dagskrármálinu sem bæjaráð Vestmannaeyja, fundur 3221. Liður 9.1. Eygló, eignarhaldsfélag ljósleiðaravæðingu í Vestmannaeyjum, liggur fyrir til staðfestingar. Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Háttvirðandi forseti,
Í sumar óskaði Míla eftir viðræðum við Vestmannaeyjabæ möguleg kaup á innviðum Eyglóar sem ljósleiðarakerfi sem bærinn hóf að leggja fyrir 2 árum síðan. Og bæjarráð fól í kjölfari stjórn félagsins að ræða við fulltrúa Mílu og kanna hvort að samningar næðust og ásættanleg niðurstaða fengist í málið. Samningaviðræður gengu vel og endaðu með því að endanlegt kauptilboð barst frá Mílu sem að stjórn samþykkti fyrir sitt leyti og vísaði til bæjarstjórnar ásamt þeirri tillögu stjórnar til bæjarstjórnar og hún samþykkti tilboðið sömuleiðis. Og tilboðið er nokkuð ítarlegt og það þrennt sem að ég ætla að ræða hér og að nefna hér á þessum fundi sem að voru þau 3 atriði sem að voru kannski höfuð áherslu stjórnar í viðræðum við Mílu. Og það í fyrsta lagi að þá ætla ég að nefna það að það fjármagn sem að Vestmannaeyjabær hefur lagt til þessa verkefnis við þessa framkvæmd að það endurheimt, það að kauptilboðið hljóðar upp á 690 milljónir sem að sá kostnaði sem að Vestmannaeyjabær hafði lagt í þetta verkefni. Í öðru lagi að þá skuldbindur Míla sig til þess að ljúka uppbyggingu ljósleiðarakerfisins í þau hverfi bæjarins sem að Eygló hafði ekki átti eftir að framkvæma og uppbyggingunni verður lokið og á að ljúka í síðar en við lok næsta árs og tengingin sem að Míla mun leggja verður ekki af lakari gæðum heldur en Eygló hafði áformað og raunar áforma Mílumenn að leggja hraðari tengingu, þess að svokölluðu 10x tengingu sem enn hraðari heldur en það sem að Eygló hafði áformað að leggja. Og í þriðja lagi að þá í samningnum forkaupsréttar ákvæði sem að kveður á það að hyggist Míla selja kerfið til þriðja aðila að þá hefur Vestmannaeyjabær forkaupsrétt á því til þess að ná þá í þessa eign aftur. Og ég ætla að taka það bara fram hér strax og vil taka það skýrt fram að hér ekki verið að selja einkarétt á sölu ljósleiðara í Vestmannaeyjum, heldur var Eygló stofnað sem heildsali á tengingum og Míla tekur þá við því kefli af Eygló. Það ekki verið að selja einhvern einkarétt á ljósleiðarasölu í Vestmannaeyjum, svo það sé sagt. Það að sjálfsögðu getur það verið umdeilt að ráðast í sölu á svona innviðum. Staðreynd málsins þó einfaldlega sú að þessi uppbygging á svona ljósleiðarakerfi mjög kostnaðarsöm og verkefnið sem bæjarstjórn ákvað að verja fjármunum fjármunum sem hefði verið hægt að verja í aðra framkvæmdir sveitarfélagsins, til dæmis uppbyggingu á leik eða grunnskóla eða öðrum lögbundnum hlutverkum sveitarfélagsins. Þetta ekki bara framkvæmdin sjálf, heldur reksturinn á kerfinu og hann kostnaðarsamur sömuleiðis. Og forsendurnar fyrir þessu verkefni og forsendurnar í rekstrinum, það mjög mikilvægt að hafa þær til hliðsjónar. Og það nokkur atriði sem hægt að nefna vegna þess að forsendurnar fyrir rekstri og uppbyggingu á félaginu, þær hafa að ákveðnu leyti breyst eftir að við fórum af stað. Til að mynda sáum við það ekki þegar við vorum að fara af stað í þetta verkefni að í 1 ár erum við núna búin að vera með 9,25% stýrivexti hjá Seðlabankanum. Til þess að félagið fengi fé til fjárfestinga að þá hefur Vestmannaeyjabær lánað í framkvæmda fé. Við þurfum að gera það þannig að það standist öll lög reikningsskil og útlán og svo framvegis. Þannig að við þurfum að lána félaginu fé á einhverjum vöxtum og einhverjum lágmarksvöxtum sem við getum kallað. Og þar af leiðandi höfum við farið þá leið að Vestmannaeyjabær hefur lánað félaginu framkvæmdafé sem ber vexti sem nema stýrivöxtum Seðlabanka og svo einhverju punkta álagi ofan á þá. Í 9,25% stýrivaxtaumhverfi þá þetta mjög íþyngjandi í rekstri allra fyrirtækja á Íslandi og Eygló það ekkert undanskilið. Aðföng hafa sömuleiðis hækkað, verð á aðföngum hefur sömuleiðis hækkað og síðan hægt að benda líka á það tekjumódel sem við settum fram á sínum tíma, hvort að það myndi ganga endalaust inn í alla framtíð óbreytt erfitt að segja til en það alveg ljóst að
miða við áhuga aðila á því að koma inn til Vestmannaeyja og fara að selja hér á ljósleiðaranetti, að þá held ég að sé hægt að gefa sér það að reksturinn yrði mjög erfiður ef að við varum í einhverju samkeppni heildsölu á sölu inn á kerfið okkar sem að væri mögulega af lakari gæðum og dýrara heldur en eitthvað sem að aðrir aðilar gætu boðið ef að þeir myndi velja að koma til Vestmannaeyja og fara í sambærilegan rekstur. Og síðan ætla ég að nefna það hérna við síðasta og ég kom aðeins inn á það áðan að rekstur á ljósleiðara og uppbygging á ljósleiðarakerfi er ekki hluti af lögbundnu hlutverki sveitarfélaga. Og við þurfum að forgangsraða okkar fjármunum. Við fórum í þetta til þess að auka lífsgæði íbúa í Vestmannaeyjum, til þess að koma þessu á legg. Það var aldrei markmiðið að standa í þessum rekstri alla framtíð, heldur bara af illri nauðsyn í ljósi þess að aðilar á markaði voru ekki að taka við sér og komu ekki hingað, þá ákvað Vestbæjarstjórn að ráðast í þessa fjárfestingu. Og ég vil að lokum segja, ég er fyrir mitt leyti, og ég held að við getum öll verið það sem hér erum, bara mjög stoltur af því að hafa komið að því að koma upp ljósleiðaratengingu á heimili í Vestmannaeyjum. Áður en að næsta ári liðið að þá verða öll heimili í Vestmannaeyjum komið með bestu mögulegu tengingu og við hljótum öll að fagna því og það hefði ekki gerst nema vegna þess að bæjarstjórn ákvað að ráðast af stað í þetta verkefni og tryggja það að búsetu skilyrði hérna aukist og þar alveg að settu við hérna fjármagn í þessa framkvæmd sem að nú hefur þá endurheimst og við getum þá haldið áfram með önnur verkefni. Og ég vil í lokin, forseti, þakka stjórn félagsins fyrir samveruna í gegnum þessar viðræður og þetta samtal allt. Ég hef setið þarna í stjórn ásamt forseta Páli Magnússyni og bæjarfulltrúa Hildi Sólveigu Sigurðardóttur. Það er búið að vera góð samstaða og samstarf innan stjórnarinnar í öllu þessu ferli og sömuleiðis þeim starfsmönnum bæjarins sem komu að þessu verkefni og lögmanni Vestmannaeyjabæjar sem var til halds og trausts og til skrafs og ráðagerða í gegnum þetta ferli allt saman. Takk fyrir þetta, Njáll. Vilja fleiri taka til máls af þessu tilefni? Ég vildi með leyfi varaforseta rétt hnykkja á kannski fyrst og fremst einu atriði sem formaður bæjarráðs kom inn á hér áðan og það er bara til þess að rifja upp af hverju farið var í þetta á sínum tíma. Það lá fyrir eftir könnun að engin markaðsaðili ætlaði sér að fara í þessar fjárfestingar sem þyrfti til að koma á þessu kerfi með háhraða nettengingum, þannig að það lá ljóst fyrir að ef bærinn gerði þetta ekki á eigin spýtur að þá yrði þetta einfaldlega ekki gert á þeim tímapunkti og eigamenn þeim mun lakar settir en flestir aðrir landsmenn sem því nemur. Það er við þær aðstæður sem Vestmannaeyjabær tók þessa ákvörðun að gera þetta þrátt fyrir að þetta væri bæði eins og bent hefur verið á, ekki lögbundið hlutverk sveitarfélaga að gera þetta og gæti reynst í rauninni býsna áhættusamt. Það gerist síðan eftir að Míla, sem er stærsta fyrirtæki í þessum geira, sýnir áhuga á þessu. Þá lá alveg fyrir og var alltaf undirliggjandi að ef ekki yrði af kaupum línu á því kerfi, Mílu, á því kerfi sem við vorum að leggja hérna, að þá myndu þeir leggja sitt eigið kerfi hér. Það er bara partur af þeirri stefnubreytingu í rekstri fyrirtækisins sem varð þegar nýjir eigendur tóku við því fyrir nokkrum misserum. Og þá hefðu við hugsanlega verið í þeirri stöðu að vera búin að fjárfesta hér fyrir, kannski endað í eitthvað stærri kringum 800 milljónir eða meira, í samkeppnisrekstri við Mílu á fjarskiptamarkaði í heildsölu inn á nettengingar af þessu tagi. Mílu hefði verið í lófarlagið að undirverðleggja sig eins lengi og þeir hefðu þurft til þess að koma okkur út af þessu markaði að gera okkur þennan leik mjög dýran, bæði með því að vera með meiri gæði, hraðari tengingar, ætluðu sér að borga fyrir tengingar alveg inn í kassa hjá neytendum og bærinn hefði verið komin í þá sérkennilegu stöðu að þurfa að verja hér skattfé bæjarbúa
til þess að standa í samkeppni við stærsta aðilann á þessu markaði. Það er í ljósi þessa sem það var aldrei í neinum vafi í mínum huga að þetta ættum við að gera eins og nú er orðið niðurstaðan og ég held að sé allt í lagi að orða það þannig að það er býsna vel sloppið í þessum viðskiptum að við náðum með kaupverðinu að endurheimta það sem lagt hafði verið út í þessu sem var ekki alveg sjálfgefið og öðrum sveitarfélögum hefur ekki tekist. Þannig að ég lýsi bara í rauninni ánægju minni með það hvernig hvernig þessu máli lyktaði og ef það eru ekki Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég held að maður vilji bara lýsa yfir ánægju með þennan gjörning og þakka stjórn Eyglóar fyrir velunni störf í aðdraganda þess og með uppbyggingu þessa fyrirtækis og svo þá í framhaldinu sölunar. En ég held að fyrir 2 árum eða 3 þegar þetta er ákveðið að fara af stað í þessu, þá held ég allir hafi verið á þeirri línu að þetta var byggðarverkefni, að þetta væri lykillinn að því að fólk myndi vilja búa í eyjum sem hefði aðgang að ljósleiðara á heimilum sínum og þetta er eitt af því sem skiptir bara máli. Og þegar að þetta yrði komið í gagnið þá var í mínum huga og annarra eflaust aldrei neitt annað í stöðun en að svo yrði þetta selt til þeirra sem væru að vinna í þessum bransa því að ef við hefum ekki farið af stað í þessu þá væri sennilega ekkert farið af stað með ljósleiðaralagnir í Vestmannaeyjum. Getur sagt líklega ekki. Þannig að ná þessum árangri að fá svo sem næstum því allt fé tilbaka það sem hefur lagt út fyrir þessari framkvæmd er í mínum huga í rauninni framar björtustu vonum og ég bara ætla að lýsa yfir ánægju og segi bara ég held að Eyjamenn hafi staðið sér vel í þessu verkefni. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór, og þá liggur hér fyrir sameiginleg bókun bæjarstjórnar svohljóðandi. Stjórn Eyglóar EHF hefur í sumar átt í viðræðum sölu á ljósleiðarakerfi félagsins til Mílu HF. Tilboð Mílu hljóðar upp á 690 milljónir króna sem jafngildir útlögðum kostnaði sem Vestmannaeyjabær hefur haft af uppbyggingu kerfisins. Markmiðið með stofnun Eyglóar á sínum tíma var að tryggja öllum eyjamönnum háhraða nettengingu þrátt fyrir að slíkt sé ekki lögbundið hlutverk sveitarfélaga. Þetta var gert til að bregðast við þeirri staðreynd að engin markaðsaðili var á þeim tíma reiðubúinn að leggja í slíka fjárfestingu. Uppbygging og rekstur slíks kerfis er kostnaðarsamur og kemur óhjákvæmilega niður á öðrum mikilvægum fjárfestingum sveitarfélagsins. Með kaupunum skuldbindur Míla sig til þess að halda áfram uppbyggingu kerfisins í þeim hverfum bæjarins sem félagið átti eftir að ráðast í. Þannig er ljóst að markmiði bæjarins með stofnun félagsins verður náð og heimilum í Vestmannaeyjum tryggð háhraða nettenging. Bæjarráð í sumarleyfi bæjarstjórnar samþykkti á fundi sínum þann 27. ágúst síðastliðinn samhljóða að ganga að kauptilboði Mílu og hefur því fullnaðar afgreitt málið samanber 9. málsgrein 28. greinar bæjarmála samþykkta Vestmannaeyjabæjar og 5. málsgrein 35. greinar sveitarstjórnarlaga. Öllum bæjarfulltrúum var boðið að sitja þennan fund bæjarráðs og taka þátt í umræðum málið og lýstu þeir allir fullum stuðningi við niðurstöðuna. Bæjarstjórn lýsir yfir ánægju með það að markmið sem upphaflega var lagt af stað með hafi náðst og útlagður kostnaður við verkefnið verið endurheimtur. Þá tökum við fyrir 10. mál á dagskrá sem er bæjarráð Vestmannaeyja fundur númer 3222. Þar er liður 10.2 fjárhagsáætlun 2025 sem liggur fyrir til staðfestingar. Orðið er laust og það kveður sér engin hljóðs. Þá ber ég upp til atkvæða afgreiðslu bæjarráðs á forsendum fjárhagsáætlunar og þeir sem eru samþykkir gjör svo vel að gefa merki. Og það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 10.1 og 10.3 til 10.5 liggja fyrir til upplýsinga.
Þá er tekið fyrir 11. dagskrármálið umhverfis og skipulag frá Vestmannaeyja, fundur númer 407. Liður 11.1, breytt aðalskipulag Vestmannaeyja, nýir reitir fyrir hafnarsvæði, er lagður fram til staðfestingar. Orðið er laust þennan lið, það kveður sér engin hljóðs og ber ég þessa breytingu á aðalskipulagi undir atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja umrædda breytingu gjöra svo vel og gefi merki. Það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liður 11.2 í sömu fundargerð, Strandvegur 51, umsókn breytingu á deiluskipulagi liggur fyrir til staðfestingar. Orðið er laust þetta mál. Sæunn Magnúsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Þetta er spennandi verkefni og spennandi uppbygging, en það er áhyggjuefni varðandi bílastæðamál. Þetta vill verða vandamál. Við höfum séð það víða. Við höfum allt komið byggingar, engin dag stæði og þetta er algengt þrætuefli í nábýlisrétti. Það er tækifæri í þessu máli til þess að bæta úr til framtíðar. Vestmannaeyjabær er eigandi hússins á móti, það sem eru almenningsstæði. Þar er lóðaleigusamningur frá 31. desember 2012 og hann gildir til 30 ára. Þannig langar mig bara að biðla til okkar sem hér erum og skipulagsráðs að hugsa þetta aðeins til framtíðar og skoða þann möguleika sem við höfum á því að bæta úr þessum bílastæðamálum til framtíðar af því að við eigum séns. Takk. Takk fyrir þetta, Sæunn Magnúsdóttir. Vilja fleiri? Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla nú ekkert inn í tæknilega þætti en mér skilst nú að þetta sé búið að taka nokkra rúndi inn í ráðinu en bara varðandi, mér langaði bara að benda að bærinn er ekki eigandi að húsinu, við eigum bara 1/3 af húsinu, þannig það er ekki okkar valdi að stýra bílastæðamálunum en mér bara þessi ábending hlýtur, ég bara gerir ráð fyrir því að ráðið hafi rætt þetta. Ég bara algjörlega á því að þetta hlýtur að fara þarna inn og ég skil alveg ábendingar bæjarfulltrúar Sæunnar Magnúsdóttur gagnvart því að bílastæðamál eru vandamál og þau eru einstaklega mikið vandamál í Vestmannaeyjum en það getur enginn labbað 1 meter. Við getum alveg lagt kílómetr frá og labbað inn í Kringlu en við getum ekki labbað nokkra metra. En ég bara treysti því að ráðið leysi þetta vel og vandlega eins og það er gert hingað til en eðlilegt að vekja bara athygli á þessu en eins og ég vildi benda á það eru nokkur ár síðan við seldum visku sem á 2 efstu hæðirnar í húsinu. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Vilja fleiri tjá sig þetta mál? Jónas Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, kannski aðeins að fara yfir forsögumál sem að þetta mál var fór í auglýsingu og athugasemdirnar sem komu þá voru 4 athugasemdir og Vestmannaeyjabær í samstarfi við Strandu 51, eigendur þeirra, fóru í þá vinnu að bregðast við þessum athugasemdum sem var gert. Máli kemur aftur inn til okkar vegna formgalla, þannig að þetta þurfti að auglýsa aftur. Þannig að þetta er í rauninni sömu athugasemdir sem að berast aftur. Það er búið að bregðast við þessu. En svo náttúrulega aftur annað mál með bílastæði. En það er nú á bílastæðum, almennum bílastæðum. Og það er bara spurning hvernig, viljum við til framtíðar, viljum við að öll húsnæði í Vestmannaeyjum hafi 2 bílastæði fyrir hverja íbúð. Þetta er bara eitthvað sem við þurfum aðeins að skoða. Það eru fullt af eignum í bænum sem er ekki með bílastæði, er ekki með inn á lóðinu sinni bílastæði og þeir bara þurfa að nýta almenningsbílastæði. Við erum að sjá það bara viða núna niður í bæ, En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir þetta, Jónas Sigríður Guðmundsdóttir. Fleiri sem vilja leggja í þetta púkk, svo er ekki.
Þá ber ég umrædda breytingu undir atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þessa breytingu gjöra svo vel að gefa merki. Og breytingin er samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Liðir 11.3 til 11.4 í þessari sömu fundargerð liggja fyrir til upplýsinga. Þá tekið fyrir 12. dagskrármálið fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja. Það er fundur númer 307, þar sem liðir 12.1 eða til 12.2 liggja fyrir til upplýsinga. 13. dagskrármálið framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja. Fundur númer 308, liðir 13.1 til 13.5 eru lagðir fram til upplýsinga. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað 7. nóvember næstkomandi og þá verður fyrri umræða fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2025 á dagskrá. Þessum fundi er slitið.